Þá komið að 11. lið á dagskrá, skilgreining á svæðisbundnu hlutverki Akureyrar, til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Árið 2019 þá samþykkti þáverandi stjórn Eyþings að gera nýja sóknaráætlun Norðurlands eystra sem myndi gilda árin 2020 til 2024 og eitt þeirra markmiða sem sett var inn í þá sóknaráætlun undir málaflokknum atvinnuþróun og nýsköpun var að styrkja innviði landshlutans með því að skilgreina Akureyri sem borgarsvæði. Árið 2020 samþykkti stjórn síðan SSNE áhersluverkefni borgarhlutverk Akureyrar. Megin markmið verkefnisins var að móta borgarstefnu fyrir Akureyri og skilgreina svæðisbundið hlutverk staðarins sem stærsta þéttbýlis utan höfuðborgarsvæðisins og var gengið til samninga við Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri eða RHA í tengslum við vinnuna. Í kjölfarið ákvað samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að koma að málinu og vildi skipa starfshóp sem myndi samþætta áhersluverkefni SSNE annars vegar og áherslur í byggðaþróun sjálfbæra þróun, sameiginlega stefnumörkun fyrir landshluta og sérstöðu Akureyrar sem stærsta þéttbýlis utan höfuðborgarsvæðisins. Við Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri sátum í starfshópnum fyrir hönd Akureyrarbæjar, Elías Pétursson bæjarstjóri Fjallabyggðar og Kristján Þór Magnússon sveitarstjóri Norðurþings sátu fyrir hönd SSNE og formaður hópsins var Birgir Guðmundsson, dósent við Háskólann á Akureyri en hann var fulltrúi ráðherra. Með hópnum störfuðu þau Hanna Dóra Hólm Másdóttir, sérfræðingur í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, Reinhard Reynisson, sérfræðingur hjá þróunarsviði Byggðastofnunar, Baldvin Valdimarsson, sviðsstjóri atvinnu- og byggðaþróunar hjá SSNE, Arnar Þór Jóhannesson og Hjalti Jóhannesson, sérfræðingar hjá RHA. Ég vil nýta tækifæri hér með og þakka öllum þessu fólki fyrir sín góðu störf. En skýrslan í rauninni byggð á fræðilegum heimildum, sögulegu gögnum og könnunum og viðtölum sem voru tekin sérstaklega fyrir þetta verkefni. Hitan og þungan af þeirri vinnu bar starfsfólk RHA en auk þess sem að þeir nutu fulltingi sérfræðinga frá Byggðastofnun og SSNE. Efnistök, túlkanir og tillögur eru þó á ábyrgð starfshópsins. En það má segja að niðurstaða starfshópsins hafi ekki verið að reyna að vinna gegn þeim hnattrænu búferlastraumum sem felast í sókn fólks í búsetu í borgarsamfélögum. Þvert á móti var niðurstaðan að nýta þá strauma til hagsbóta fyrir sjálfbæra byggð í landinu öllu með því að skilgreina Akureyri og nærliggjandi byggðir sem annað borgarsvæði til viðbótar við þá erkiborg sem höfuðborgarsvæðið er. Með þessu eiga styrkjast búsetukostur og lífsgæði á landsvæðinu öllu og leið val ólíka borgarsvæði til að efla Ísland sem búsetu valkost gagnvart útlöndum. Skýrslan slær að þessu leyti nýjan tón í umræðunum byggðamál á Íslandi og skorar á hólm þá stefnu að á Íslandi sé aðeins ein erkiborg eða eitt erkiborgarsvæði og síðan landsbyggð með smærri þéttbýliskjörnum, sem hver sig nær ekki að búa til borgarsamfélag af því tagi sem eftirspurn eftir. Með því að byggja upp annað borgarsvæði dreifist byggð í landinu og búseta og áhrifasvæði borgarinnar eflist rétt eins og fólk þekkir frá höfuðborgarsvæðinu. Aðaltillaga starfshópsins er svo hljóðandi. Akureyri með bakland í nærliggjandi svæði verði í byggðastefnu stjórnvalda flokkuð sem svæðisborg með skilgreinda ábyrgð og skyldur sem þjóni íbúum og atvinnulífi í landshlutanum og eftir atvikum á landsvísu. Akureyri verði þannig sérstakt byggðastig milli höfuðborgarinnar og stærri þéttbýliskjarna á landsbyggðunum og fái þannig aukið vægi í samskiptum við ríkisvaldið og hvað varðar almenna þjónustu við landshlutan í heild sinni. Þetta nýja byggðastig mun auk hefðbundinna hlutverka stærri þéttbýliskjarna bjóða upp á ýmsa þjónustu, mannlíf og menningu sem skarast á við hlutverk höfuðborgarinnar. Nokkur áhersluatriði voru lögð fram til stuðnings þessari aðaltillögu. Í flokknum til dæmis samgöngumál, að reglulegt millilandaflug fari í fastan farveg sem fyrst, stjórnvöld tryggi að áframhaldandi uppbygging og að framlög séu næg til að tryggja aðra flugtengingu inn í landið, raforka, ágreiningur flutningsleiðir sem tryggi afhendingaröryggi verði leystur, menning, að formfest verði með lögum að hlutur Akureyrar í heildarframlögum til menningamála sé í einhverju samræmi við áhrifasvæði svæðisborgarinnar og mikilvægi hennar þannig virt í verki.
Þetta gæti til að mynda falist í tvöföldun á framlögum til MAK. Norðurslóðir, skilgreind verði þau verkefni og þá fjármagn sem fylgir þeirri viðurkenningu stjórnvalda að Akureyri sé miðstöð norðurslóðamála á Íslandi, Háskólinn á Akureyri og stofnanir innan málaflokksins á háskólasvæðinu, efli samvinnu og sýnileika. Stjórnsýsla ríkisins verði efld á Akureyrarsvæðinu og skoða verði að staðsetja nýja starfsemi á vegum ríkisins þar, samhliða því sem haldið verði áfram á þeirri braut að skapa störf sem eru óháð staðsetningu. Háskólanum á Akureyri og framhaldsskólanum á svæðinu sé tryggt nauðsynlegt fjármagn til rekstrar og aukins fjölbreytileika í námsframboði. Sjúkrahúsið á Akureyri verði gert að háskólasjúkrahúsi. Aukið samstarf verði milli Akureyrar og annarra sveitarfélaga varðandi félagsþjónustu og unnið að víðtækari útfærslu á notkun velferðartækni og áhrifasvæði svæðisborgarinnar og varðandi öryggismál að starfsemi lögreglu eða sérsveitar verði efld samhliða vaxandi borgarsvæði og hafin undirbúningur að byggingu eða opnun fangelsis að nýju. Það er hægt að lesa skýrsluna í heild sinni en hún er hugvekjandi hvernig við viljum sjá skipulag byggðamála á Íslandi. Við vitum það nú þegar að 64% landsmanna búa á höfuðborgarsvæðinu og 79% á áhrifasvæði höfuðborgarinnar milli hvítanna tveggja. Við erum aðeins 21% landsmanna sem búum utan áhrifasvæðis höfuðborgarinnar og yfir helmingur þeirra býr á Norðurlandi eystra, sem að undirstrikar að sérstöðu þessa landshluta og þar með talið síðan Akureyrar. En í hvítbókum byggðamál sem eru drög að stefnumótandi byggðaáætlun til 15 ára og aðgerðaráætlun til 5 ára, hún fór í samráðsferli núna í vor og sumar en fékk ekki afgreiðslu á þingi fyrir kosningar og býður þannig nýs þings að taka afstöðu til hennar. Það sætir þó tíðindum að í henni kemur fram undir því markmiði að stuðla sjálfbærni byggða allt land og þar stendur með leyfi forseta: greindir verða styrkleikar einstakra svæða og unnið með þá og gætt að samspili þéttbýlis og dreifbýlis í þeim tilgangi að byggja upp fjölbreytt sjálfbær byggðarlög. Í því felst meðal annars að móta stefnu sem skilgreini annars vegar hlutverk Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins og hins vegar hlutverk Akureyrarsvæðisins í byggðaþróun í landinu. Þetta markmið leiðir okkur að lið C4 sem kallast borgarstefna í hvítbókinni í byggðamálum, en markmið hennar er að skilgreina og efla hlutverk stærstu þéttbýliskjarnanna í byggðaþróun landsins. Í lýsingu á verkefninu stendur með leyfi forseta: annars vegar verður mótuð stefna sem skilgreinir hlutverk Reykjavíkurborgar sem höfuðborgar allra landsmanna og stuðla að aukinni alþjóðlegri samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins og þar með landsins alls. Hins vegar verður mótuð stefna sem skilgreinir hlutverk Akureyrar sem stærsta þéttbýliskjarnans á landsbyggðinni og stuðla að uppbyggingu borgarsvæðis á grunni Akureyrar sem geti boðið upp á fjölbreytileika í þjónustu, menningu og atvinnutækifærum sem í dag er einungis að finna á höfuðborgarsvæðinu. Með það markmiði að jafna búsetuþróun innanlands og styrkja þannig samkeppnishæfni landsins alls. Mótuð verður heildarstefna hlutverk þessara svæða gagnvart byggðaþróun í landinu. Ábyrgð á þessu verkefni ber samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið en framkvæmdaraðilar eru aukaráðuneytisins, Reykjavíkurborg, samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Akureyrarbær og samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Ég geri því ráð fyrir því að það efni sem nú er þegar til með skýrslu þessa starfshóps komi til með að skipta töluverðum máli í þeirri vinnu sem framundan verði hvítbókin samþykkt. Að lokum kannski þetta: Akureyrarsvæðið og höfuðborgarsvæðið gegnir ákveðinni sérstöðu í íslensku byggðamynstri. Þeirri stöðu fylgir að mínu mati bæði ábyrgð og skyldur sem nauðsynlegt er að ræða hvernig skal fjármagna og hlúa að til lengri tíma. Í þessu samhengi tel ég mikilvægt að bæði höfuðborgarsvæðið og Akureyrarbær og nágrenni hugi að heildarhagsmunum landsins alls og landsbyggðanna heildarhagsmunina. En ég vona að vinna starfshópsins sé ein varða á þeirri leið í að umbylta hugsun okkar íslenska byggðaþróun. Og að lokum legg ég til bókun sem er svo hljóðandi: Bæjarstjórn Akureyrarbæjar tekur undir niðurstöðu starfshóps sem skipaður var til að skilgreina svæðisbundið hlutverk Akureyrar og þá aðaltillögu sem þar var lögð fram. Þá lýsir bæjarstjórn yfir ánægju sinni með markmið C4 borgarstefna í hvítbók byggðamál
og hvetur Alþingi til að samþykkja markmiðið og hvetur samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið til að hefja hið fyrsta vinnu við umrædda heildarstefnu í samvinnu við Akureyrarbæ og SSN. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að fara neitt nánar yfir þetta mál, þannig lagað. Bæjarfulltrúi Hilda Jana hefur gert það með ágætum. Þetta er afar mikilvægt mál fyrir Akureyrarbæ og ég held að þetta sé líka mjög mikilvægt fyrir þetta svæði sem við erum að tala hér það er Norðurland og hluti af Austurlandi. Og ég held að þetta snúist að stóra hluta til það hvort að við ætlum að halda einhverju byggð í landinu utan höfuðborgarsvæðisins. En það er kannski tvennt sem við þurfum þá að hafa í huga. Fyrsta lagi þá má þessi skýrsla ekki verða skúffuplagg. Og þá er stóra spurningin hvað ætlum við að gera til að koma innihaldi hennar og þeim tillögum sem þarna eru í svona bara hreinlega aðgerðar áætlun að hálfu Alþingis og ríkisstjórnar. Við erum að hvetja til þess í þessari bókun en við þurfum að gera meira til að ýta undir að það verði gert. Flestu atriði sem eru tilgreind þarna eru atriði sem við höfum verið að berjast fyrir hérna undanfarin bara áratug og jafnvel örugglega mun lengur. Sumt af þessu er að koma til framkvæmda núna sem betur fyrr. En það þarf hins vegar kannski ég held að við þurfum hins vegar að leggja upp eitthvað aðgerðaplan, eitthvað áráðsplan bara til að fylgja þessu eftir. Og svo er eitt sem ég langt til að nefna í sambandi við skýrsluna. Við höfum orðið vör við það að fyrirtæki eru svona að leita hófana með að flytja starfsemi hingað einhverju leyti eða jafnvel öllu leyti. Og ein ástæðan fyrir því er sú að það er þessi náttúruvá sem er þarna á suðvesturhorninu. Og það mætti hamra dálítið á því að við erum á tiltölulega öruggu svæði miðað við aðra svona stóra þéttbýliskjarna á landinu. Og það eru rök fyrir því að hafa til dæmis aðra gátt inn í landið ef að hin lokast og þannig koll. Ég vildi bara koma þessu á framfæri. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að lýsa ánægju mína að þessi skýrsla skuli hafa verið unnin og þetta plagg sem við erum nú komið í hendurnar vegna þess að ég tel þetta vera afar mikilvægt plagg fyrir okkur bæjarfulltrúa hér og ekki síður fyrir þá það ágæta fólk sem situr á Alþingi vegna þess að þetta er í rauninni svona kannski bara eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á réttilega, þetta er hugvekjandi byggðaþróun í landinu og þetta er bara mjög svona, þegar ég fór að lesa þetta þá svona fær maður betur sýn á hvernig þetta allt saman hefur verið. Við sjáum í skýrslunni ef ég man rétt að Reykjavík var skilgreind sem borg með 7.000 íbúa. Við erum að tala hvort að Akureyri verið skilgreind sem borg núna með 20.000 íbúa og hér erum við með í nágranna sveitarfélög hér allt í kringum okkur og oft er það til að mynda eins og kemur fram í skýrslunni borgi Sviss sem var skilgreind sem borg með þá svæði allt í kring og við erum þá að tala eitthvað upptökusvæði hér sem á innan klukkutíma fjarlægðar frá Akureyri geti verið 30.000 íbúar. Ef ég maður rétt tölna, það er kannski ekki alveg rétt, en það sem skiptir ekki máli. Ég held að þetta sé mikilvægt fyrir okkur í rauninni að við nýtum okkur þessa skýrslu og eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á að við séum þá að ýta á eftir þessu. Við erum svo heppin að það er ansi mikið af því fólki sem hefur verið að starfa með okkur hér í sveitarstjórnarmálum á þessu svæði er komið inn á Alþingi og er á Alþingi sem að við getum þá svona fylgt eftir og látið þau vita að þetta er okkar baráttumál. Ég legg mikla áherslu á það að Akureyrarbær verði skilgreind sem svæðisborg og eitt af því sem við getum tekið sem að myndi skila okkur eitthvað fljótvirkastum hætti, það væri það að það yrði aukin við styrkur til menningarstarfsemi hér á Akureyri og við gætum í rauninni styrkt
þessa starfsemi sem rekin hér í Hofi, þar eru vaxtar möguleikar eins og kemur fram í skýrslunni og það eru svo, bara leið og við náum að ýta því upp, þá gerir þetta okkur sannarlega að borg. Við höfum marga þætti eins og skólamál og við höfum með félagsþjónustunni eins og rækir í skýrslunni. Við þurfum líka að huga vel að norðurslóðamálunum og svo erum við nú að sjá fyrir okkur að rafmagn sé að komast á og frá með Hólasandslínu, en það þarf líka þá að berjast við því að Blöndulína 3 komist inn á svæði þannig að við séum orðin trygg með rafmagn, þannig að við getum svona elt þetta svæði enn frekar, þannig að við erum að fá millilandaflugvöll og svo lengi mætti telja, þannig að það lag núna til þessi rauninna fyrir alla landsmenn, fyrir allt landið að breyta svolítið þannig að við snúum kannski aðeins þróuninni við. Við sjáum það alveg í þessari mannfjöldaþróun sem spáð það, í rauninni ef við notum það sem spá fyrir 10 næstu ár, þá sjáum við það að ef fjölgun svipuð eins og hefur núna síðustu ár, þá sjáum við það að það mun alltaf fjölga á þessu horni sem frá Hvítá að Hvítá. Þannig að við erum að sjá þarna, þetta verður í rauninni, þetta erfið barátta og við þurfum í rauninni að reyna að snúa þessu svið með öllum mögulegum eins og við getum og við þurfum þess vegna að styrkja Akureyri. Það svo merkilegt í þessari skýrslu sem maður les líka, sko, þessar tilraunir sem gerðar hafa verið, þær hafa oft dagað uppi vegna þess að það hefur ekki verið nógu mikil, menn hafa verið kannski að vilja fá þetta í sína heimabyggð líka og svo framvegis, en núna finnum maður alveg það innan SSNE að það samstaða það að Akureyri verði svona mótvægi við höfuðborgarsvæðið og ég held að landsbyggðin séu öll að fatta það að ef við ætlum ekki öll að búa á þessu svæði þarna frá Hvítá til Hvítá þá verði Akureyri síðasta hólmstráið til þess að nú að þeirri þróun við. Það mín skoðun. Ég ætla líka að leyfa mér hérna bara í pontu hér að hrósa Hildi Jönu bæjarfulltrúa fyrir hennar störf í þessu vegna þess að hún náttúrulega sem formaður SSNE hefur haldið þessu máli, okkar máli, vel á lofti innan samtækana og það hefur leitt til þess í rauninni að þetta komið þannig farveg sem þetta í dag, vil ég meina, vegna þess að það var samstaða innan SSNE þetta og það er mjög mikilvægt að SSNE sem eru samtök sveitarfélaga á þessu svæði séu samtaka í þessu. Og það held ég að hún eigi stóra hlut að máli, bara þannig að það komi fram. Ég held líka sem mikilvægt að hrósa líka þá ráðherra fyrir það að hafa tekið þessa skýrslu og láti gera þessa skýrslu vegna þess að það er mikilvægt og ég kannski bara hálft í hvoru vona það að sá sami ráðherri verði áfram með samgöngu- og sveitarstjórnarmálin þannig að það sé hægt að fylgja þessu máli eftir. Og við tryggjum það að það verði unnið með þessa skýrslu og svo bókun sem við erum að setja frá okkur hérna, varðandi hvítbókina, að það ná í gegn á Alþingi. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Valdimar Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur þau máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og mamma. Ég vil byrja á því að taka undir eiginlega bara flest af því sem hér hefur verið sagt en ekki síst hrós til bæjarfulltrúa Hildi Jönu fyrir hennar vinnu í þessu og svona hrós og þakkir má segja til sveitarfélagana í kringum okkur sem hafa stutt þessa hugmynd af því ég held að það hafi verið gríðarlega mikilvægt og raun og veru hefði þetta ekki gerst á þess að við hefum stuðning sveitarfélagana hérna á Norðausturlandi. En mér langaði bara svona aðeins til þess að nefna að við erum að fagna þessu, okkur finnst þetta frábært og ég er alveg sammála því, ég held að þetta sé það eina sem getur komið í veg fyrir í raun og veru að Ísland verði svona borgríki með einni borg og ég held að sé mikilvægt fyrir bara landið allt og landsbyggðirnar og þetta séu heildarhagsmunir en við þurfum líka alveg að vera með opin augun það að þetta er ekkert bara æðislegt fyrir Akureyringa, það er ekkert allir Akureyringar sem langar til að búa í borg og mér finnst alveg verðt að nefna það að þetta er líka svona ákveðna fórnir á okkar hálfu, ég meina að tala að þurfa að auka löggæslu og það er bara vegna þess að borgum fylgja ákveðin vandamál og sama með millilandaflugið, ég meina það er rosa fínt sko en ég meina það gæti orðið viðbrigði að hafa mikið flug hérna í kringum okkur. Þannig ég vildi bara svona draga það fram að þetta er ekkert bara æðislegt, þú veist, allt hefur sína kost og galla. Og
Og ég vildi kannski sérstaklega nefna hérna að fyrir okkur bæjarstjórn Akureyrar þá sé ég þetta sem svo litla áskorun í skipulagsmálum. Við þurfum virkilega að hugsa hvaða áhrif þetta hefur á íbúafjölgun hérna og hvernig við ætlum að bregðast við henni. Á sama tíma og ég ætla að segja líka þetta áskorun í vangaveltum sameiningar sveitarfélaga hérna í nágrenninu. Af því að þó maður sjá þetta ekkert fyrir sér að þetta, þú veist, við verðum á stórborg eftir 10 ár, ég ekki að tala það, en það er okkar hlutverk að hugsa fram í tíman, þannig að ég vildi bara svona rétt draga þetta upp að þetta er eitthvað sem við þurfum svolítið að svona hafa í huga þegar við erum að skipuleggja okkar svæði og sama, ég meina, þú veist, þurfum við að spegla í því hvernig sveitarfélagamörkin verða síðan, hvort að það er eitthvað sem er kannski ekki alveg það sem við erum að fara að hugsa í næstu viku, en það er eitthvað sem við þurfum á endanum að hugsa. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir í loki máls sinni, næst til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Hildu Jönu fyrir kynninguna á skýrslunni og vinnuna við skýrsluna og þakka henni fyrir hönd hópsins. Mjög áhugaverð skýrsla og bara skemmtileg. Til dæmis allar þessar vangaveltur eins og hefur komið fram með eðli borga og hlutverk þeirra og eins og hefur líka komið fram að þá náttúrulega erum við hérna á Akureyri nú þegar búin að taka á okkur að töluverðu leyti hlutverk borgar eða svæðisborgar og til dæmis varðandi félagsþjónustu, menningu og framboð á íþróttum eins og við þekkjum. Við erum að bjóða hérna upp á 30 og eitthvað íþróttagreinar og erum að bera það upp eða vissu leyti hérna á svæðinu og eins og bæjarfulltrúi Sóley nefndi að það varðandi samvinnu og mögulega sameiningu sveitarfélaga að þetta þarf alltaf að spila saman. Við getum ekki staðið undir þessu ein til lengri tíma. Miklu hærra þjónustustigi heldur en er í kringum okkur nema að fá einhvern stuðning til þess. En mér langar líka aðeins að fjalla hérna suma af þessum áhersluatriðum sem eru nefndi í skýrslunni og ég get alveg tekið undir það sem kom fram hérna áðan að menningin er ákaflega mikilvæg og kannski það sem að svona á endanum gerir bæ að borg. En ég vil líka nefna samgöngumálin, bæði þá hérna innan svæðis og til höfuðborgarinnar sem hefur kannski ekki gengið nógu vel að efla landsamgöngur til höfuðborgarinnar eins og er nefnt í skýrslunni og við þurfum virkilega hjálp stjórnvalda við að bæta úr því með einhvers konar heildarhugsun frekar en að rýna á einhverja staðbundna hagsmuni, jafnvel ímyndaða, það sem ég held að sé á misskilningi byggt oft. En þó að ég starfi í raforkugeiranum þá vil ég segja að vissulega mikilvægt að fá hingað raforku, meiri raforku, tryggari raforku, en ég held samt að við getum alveg deilt þeirri auðlind og jafnvel eftirlátið minni bræðrum okkur hérna á Norðurlandi og Austurlandi þau tækifæri, þau stóru tækifæri sem að felast í einstökum atvinnuverkefnum sem eru orkufrek. Bara nefni sem dæmi gagnaver á Blönduósi sem að hefur verið veruleg lyftistöng þar og atvinnuuppbygging á Bakka við Húsavík sem að byggist á raforku og reyndar fleiri auðlindastraumum má nefna og svo að sjálfsögðu álver á Austurlandi. En hér á Akureyri menning, menntun, heilbrigðismál, stjórnsýsla. Þetta eru held ég þau 4 svið sem að við getum byggt mest og sterkast á til að halda áfram að þróa Akureyri yfir í að minnsta kosti svæðisborg á Íslandi. Og mér langar líka að nefna það sem að varðandi það sem að bæjarfulltrúi Sóley nefndi, að þetta eru það áskoranir fyrir okkur, skipulagsmálum vissulega og það hvort að einhver hluti Akureyringa kæri sig ekki að búa í stærri og þéttari borg með flugvélar að taka á loft klukkan 6 á morgni og svona. Ég hef mikinn skilning á því sjónarmiði.
ég er mjög svefnstyggur. En þá verðum við líka að hugsa þetta út frá hagsmunum landsins í heild, að við erum að reyna að búa hérna til einhvers konar matseðil, þar sem ein stór og öflug borg og svo ein miðlungsstór eða minni og svo smærri staðir og við erum þá kannski óhjákvæmilega að segja að fólk sem vill búa í 3 eða 5.000 manna bæ ætti að hugleiða að vera á Húsavík eða Ísafirði en ekki hér. Stefnan okkar að Akureyri verði ekki þannig staður eftir 10 til 20 ár. Heldur þróttmeiri og virkari, meira lifandi. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kannski að því mér finnst þessi umræða náttúrulega brjálæðislega spennandi. Og mér finnst líka, ég er mjög mikinn áhuga á hugtökum og hugtakanotkun og hvað þýða ákveðin hugtök. Og það hefur komið kannski á óvart að hugtaki borg hefur mismunandi ímynd hjá ólíku fólki. Og ég hef einmitt heyrt þessi viðbrögð. Já, við viljum ekkert vera nein borg með tilheyrandi háhýsum, hraða, hávaða, glæpum og svo framvegis. En ég leyfi mér allavega að segja að borgir eru ansi ólíkar. Þetta snýst í mínum huga og snýst það að Akureyri gegnir nú þegar ákveðnu borgar hlutverki. Hvað sem okkur síðan finnst það, í merkingunni aðgengja þjónustu og sem svona kjarni á tilteknu svæði. Það hins vegar hefur ekki verið formfest, skilgreint, né fjármagnað. Þannig að það eru svona þeir þættir sem snúa að þessu skipulagi og þessari ákvörðun í samvinnu við ríkið ætlum við að hafa þetta þannig sem að við höfum í rauninni sem bæjarstjórn og bæjarfélag þróað okkur yfir í rauninni að vera og vera kannski eini valkosturinn í því. En hvernig borg viljum við vera allt annað mál. Við gætum ákveðið að við viljum vera hæglætisborg, til dæmis. Við gætum ákveðið að við viljum vera allt öðruvísi borg heldur en Reykjavík er borg. Að því að borg fyrir mér, við höfum flest ferðast alls konar litlar og stóra borgir og þær eru ansi ólíkar hver sig. Þannig að það fyrir okkur í rauninni ekkit ábyrgðin á því að móta hverslags borg við viljum vera. Hvort sem við erum bæri eða borg eða kaupstaður eða sveit eða hvað sem við erum. Þannig að fyrir mér þetta snýst við erum nú þegar orðin ákveðið borg. Við gegnum ákveðnum og ættum að gegna ákveðnum ábyrgðum og skyldum. Það þurfum við þá ríki og sveitarfélög að vera sammála og síðan hvaða hlutverk og ábyrgð. Því í rauninni hefur til dæmis hlutverk og ábyrgð Reykjavíkurborgar sem höfuðborgar Íslands aldrei verið skilgreint. Og ég meina það tengist meðal annars umræðum flugvöllin í Vatnsmýrinni. Svo við tökum bara svona eitt af þessum sjóðheitum málum sem að snýst þetta borg fyrir þá sem þar búa eða hún höfuðborg með einhverju tilgreindri ábyrgðir og skyldum gagnvart fleirum en þeir sem þar búa. Og þetta þurfum við eiginlega, finnst mér, meira að hugsa þar að segja eins og kannski bæjarfulltrúi Andri var að nefna, hver ætlum við að vera í samvinnu og samstarfi við nágranna okkar. Viljum við með einhverjum hætti skipuleggja okkur þannig því að hugmyndin Svæðisborg á auðvitað að skila nágrönnum okkar líka ávinningi. Þannig að þeir sem vilja kannski búa, segjum í 1000-2000 manna samfélagi en vilja vera í nálægð við tiltekna þjónustu eða afþreyingu og annað, þeir hafi valkost. Við sjáum hvað hefur gerst á vesturhorninu, við sjáum Selfoss, Hveragerði, Reykjanes, Akranes, Borgarnes þróast með tilteknum hætti vegna nálægðarinnar. Þannig að okkur hefur mistekist ef að niðurstaðan af þessum hugmyndafræðum svæðisborgina gagnast síðan bara póstnúmerum 600 og 603. Það er í mínum huga ekki pointið. Og síðan verður áfram okkar að skilgreina þá hvernig borg og ég er spennt fyrir hugmyndum hæglætisborg og við séum meira svona sveitaborg þó að þjónustan sé fyrir hendi. Og löggæslan, hún fylgir því ekki að það sé einhver sérstök þörf af því að það er að skilgreina ábyrgð og skyldur þessa svæðis. Hún tengist þörfunum nú þegar vegna þess að hún hefur í rauninni nú þegar þetta hlutverk og þar hefur dregið úr þjónustu
skilgreiningin bara ekki fyrir hendi. Akureyri eins og allir aðrir þéttbýliskjarnar á Íslandi hvað varðar ábyrgð og skyldur í huga ríkisins. Þannig að það það sem að mér finnst umræðan eiga að snúast um. Síðan langaði mig að nefna því að bæjarfulltrúi Gunnar fór að tala í rauninni sem sagt náttúruvá og þess háttar og þetta var einmitt rætt sérstaklega hérna í skýrslunni og mér langaði bara aðeins að vitna í að sko sem tengist eiginlega báðum þessum hugrenningum. Það er að segja að svæðisborgin yrði formlega skilgreind í byggðastefnu stjórnvalda með nokkuð hærra þjónustustig og fjölbreytni en megin kjarnar landshluta og að svæðishlutverki skarðist á ýmsum sviðum við það sem hefur til þessa fallið undir höfuðborgarhlutverkið. Þannig felur tillagan í sér að Akureyri eða Akureyrarsvæði verði hin borgin í landinu eða það sem að sums staðar er kallað second city með þeim skyldum og réttindum sem því fylgjar. Skyldurnar felast í þjónustu og stuðningi við byggðirnar á áhrifasvæði Akureyrar en réttindin felast í skýrara tilkalli til sameiginlegra gæða landsins til þess að geta staðið undir nauðsynlegri fjölbreytni og skyldum. Leið þá fær hin borgin, Akureyri, einnig nýtt hlutverk, það er að segja að vera eins konar varaborg sem getur tekið að sér ýmis hlutverk ef svo staða kæmi upp að höfuðborgin yrði tímabundu óvirk af einhverjum ástæðum, til dæmis vegna náttúruhamfara eða ófriðar. Þannig að við þessu er hreyft, en ég tek einnig undir með þeim sem hérna hafa talað, kannski er þetta svolítið óskýrt fyrir þeim sem heyrir bara orðið svæðisborg og bara, hvað ætlar Davíð nú að þykjast vera Golíat, ha ha ha. Og en hugmyndafræðin auðvitað skilgreindar ábyrgð og skyldur í þróun byggðamynsturs á Íslandi og til þess að allt sem að þessu fylgir, hvað sem það tengist menningamálum eða öðrum málum, þá þarf að taka þessa ákvörðun og það þarf að vera sameiginleg ákvörðun ríkisins og sveitarfélagsins. Við höfum í rauninni einhvern veginn þróast í þessa átt. Ef að það síðan ekki vilji ríkisvaldsins til þess að við séum að þróast í rétta átt, þá getur það auðvitað haft síðan áhrif á þær ákvarðanir sem við tökum. Eigum við að vera að verja fjármunum í tiltekið hlutverk sem okkur er ekki ætlað. Það finnst mér vera svolítið, og þurfum við þá að fara að bakka. Við vitum að fjárhagsstaða Akureyrarbæjar er ekki góð og að hluta til mögulega tengist því að við séum að taka að okkur meira hlutverk en ætlast til á okkur og mér finnst það vera dálítið lykilatriði. Vill ríkið og við halda áfram í þeirri vegferð, hvernig ætlum við að skilgreina það, hvernig ætlum við að fjármagna það og hvernig ætlum við að þróa það, eða þurfum við að bakka. Mér finnst þetta eiginlega meira spurningin hvort við þurfum að bakka heldur en að við séum að fara í eitthvað spýttgír í eitthvað gjörólíkt samfélag eftir korter. Þannig að ég vildi aðeins undirstrika svona þennan skilning minn á því sem við erum að gera. Ég held að þetta sé það sem við viljum vegna þess að þannig höfum við þróast en nú þurfum við mótspilarana og meðspilarana og svæðið er sammála. Núna er boltinn svolítið hjá ríkinu en ég er líka sammála því sem bæjarfulltrúi Gunnar sagði að það er svolítið okkar að halda þessu á lofti og ræða þetta þannig að fleiri öðlist kannski meiri innsýn í hvað það er sem við erum að meina. Það var enginn að skrifa hugmynd að Akureyri borg og aðgerðaráætlun væri umferðaröngþveiti, mengun, stress og leiðindi. Þú veist, það er auðvitað mjög galið ef einhver heldur það, þó að það séu tilfinningarleg viðbrögð sumra við þessari hugmynd. Þannig ég hvet okkur öll til þess að eiga í þessu samtali, bæði við hvort sem það eru bara allstáðar, hvort sem eru í fjölmiðlum eða á kaffistofum, vegna þess að ég held að þetta skiptir sköpum líka fyrir þær ákvarðanir sem við þurfum að taka þá í framtíðinni í rekstri þessa sveitarfélags. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar.
Ég langar til að orða hérna örlítið einn þátt sem að kom fram á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga í síðustu viku, þar sem var að fjalla um rekstur sveitarfélaga. Það er nefnilega sömu skyldur sem hvíla á öllum sveitarfélagum þjónustu við fatlaða, við þá sem standa verr að vígi og þar fram til götum. Og maður veltir í stundu fyrir sér og það kom þarna upp vangavelta, sko, þessi skylda í öllum sveitarfélagum en það lítur út eins og það sé bara sum sveitarfélag sem ber þessi skyldu. Akureyrarbær er eitt þessara sveitarfélaga. Við höfum verið til dæmis að samþykkja viðauka í fjárhagsáætlun á þessu ári. Tvisvar sinnum og jafnvel þriðja skipti núna bráðum. Og allt snýst þetta viðauka vegna barna sem eru mikið fötluð eða þurfa mikinn stuðning í leik eða grunnskóla. Og þessi börn að koma úr öðrum og minni sveitarfélögum. Og maður veltir í stundu fyrir sig, sko, af hverju safnast fólk frekar saman hér á Akureyri og jafnvel í Reykjavík, og það þá ekki vegna þess að hér þjónusta í boði. Og af hverju þá ekki bara öll sveitarfélög með þessa þjónustu í boði? Og þetta hluti af því sem við erum að fjalla hérna þegar við erum að tala svæðisborgina. Vegna þess að það sko, við erum nú þegar komin í þá stöðu að vera að sinna stóru hluta af þeim hlutverkum sem þarna er verið að fjalla um. Það þá ekki alveg gott bara að viðurkenna það. Þegar maður skoðar til dæmis hlutfallslega skiptingu skatttekna á málaflokka, þá sjáum við það munstri á Akureyri bara nokkuð það sama eins og hjá Reykjavíkurborg, eins og bæjarfulltrúi Guðmundur nefndi áðan. Ef ég man rétt, það félagsþjónustan, það eru íþróttamálin og það eru menningamálin sem taka stærri hlut af þessari köku hér og í Reykjavík heldur en almennt gerist í öðrum sveitarfélögum. Og af hverju það? Það af því að hér er verið að veita þjónustu sem virðist ekki vera veitt annars staðar þó það sé skylda að veita. Og ég held að sko, sá sem var að reyna að koma þessari umræðu á kreik á fjármálaráðstefnunni, við reyndar frekar litlar undirtektir, sko, var náttúrulega að benda á það. Það virðist vera sem að sveitarfélög mörg hver séu bara hreinlega ýta þessum málum, erfiðum málum frá sér og þá eiga þessi stærri að grípa málið og standa undir það. Og það bara hreinlega ekkert sanngjarnt í eðli sínu ef maður fer að velta þessu fyrir sér. Og þá getur maður farið að velta vöngum, sko, ef að sveitarfélög bera þessa skyldu, af hverju þá ekki gengið eftir því að þau gerir það? Bara með ákveðnari hætti en gert í dag. Ég held reyndar að það verði vonlaust, en ein leið til að mæta þessu að skilgreina Akureyri þá með víðtækara hlutverk heldur en önnur sveitarfélög fyrir samhliða borgin. Og þar með erum við með öðruvísi fjárveitingar, þannig að við getum hreinlega staðið undir þessari þjónustu sem okkur ætlað að veita. Þetta ein mjög stór rök í þessu og bara vangavelta skyldur og réttindi sveitarfélaga. Takk. Það var bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sinni, ætla að biðja varaforseta að taka við stjórninni, gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég gat nú ekki komið upp að láti þessa umræðu fram hjá mig fara. Það hins vegar allt komið fram og ég teki undir nánast hvert einasta orð sem hefur komið bara fram hérna hjá bæjarfulltrúanum. Og mér langar eins og að þakka Hildi Hönnu bæjarfulltrúa sérstaklega fyrir hennar starf í að halda þessu máli á lofti og eiginlega stýra þessu í þann farveg sem það fór og ná þessum árangri. Því að ég held að þetta sé alveg svakalegur árangur. Við erum búin að vera að tala þetta í mörg ár að við höfum verið að þróast sem þessi önnur borg eða þetta stóra og öfluga sveitarfélag sem á að sinna þjónustu fyrir stærra svæði. Og að því að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason var einmitt að nefna þetta þó skyldur sveitarfélag. Við höfum öll skyldur til þess að sinna öllum okkar borgurum og þeim þörfum sem þær kunna að koma upp.
En ég held samt sko, að ég sé allavega fyrir mína parta, ég held að sé skynsamlegt fyrir okkur sem þjóð að veita ekki alla þjónustu á öllum stöðum. Það hljóta bara að vera okkur ofviða, hvað varðar kostnað. Og þess vegna sé enn mikilvægara að við séum að skilgreina hlutverk hvers og eins, það er að segja borgarna, höfuðborgarna sem eins og bæjarfulltrúi Hilda hérna nefndi, að það hefur kannski aldrei verið almennilega skilgreint hlutverk Reykjavíkurborgar. En þau eru eins og við sem þessi hinn stóri aðili í gríðarlegum rekstrarvanda af því að þau eru með þungapakkan á svæðinu. Og það er kannski bara gott að blessa, þeir nættu bara að fá meira af okkar sameiginlegu sjóðum til þess að standa undir því. Og eins með þá Akureyri sem fyrir þetta svæði, Norðurlandið eða landsbyggðina. Og ég er ekkert viss það að, að við að fara í það að reyna allstaðar að veita einhverja brjálæðislega sérhæfða þjónustu. Við bæði höfum ekki mannafla til þess, né kannski fjármagn. Og þeim er betur varið að, að það safnist á færri og stærri staði. Og hvað varðar hvernig borg við gætum þróast í, þá er ég alveg sammála því sem hefur komið fram að við getum ráðið því, hvort þetta verður borg með háhýsum, einmitt skipulagsmálin verða áskorun fyrir okkur, og með einhverju hraða, eða hvort við náum að þróa þetta þannig að þetta verði bara þessi huggulegi staður sem Akureyri nú þegar, þar sem stutt á milli staða og við erum borg 25.000 manns, eða 20.000, 30.000, það skiptir ekki máli eiginlega. Bæirnir í kring geta alveg stróast og stækkað og orðið 5.000 manna sveitafélög eða 10.000 manna sveitafélög og við haldið okkar stærð. Það hefur kannski ekkert með það að gera heldur bara hvað þjónustu við erum að fara að veita fyrir stærra svæði og einmitt í menningamálum sem svona low hanging fruit svo í sletti að þar var auðvelt að koma til móts við þetta svæði með því að setja töluvert meira af okkar sameiginlegu sjóðum í það sem á félagsþjónustuna. Af því alveg svo Gunnar bæjarfulltrúi rakti að þá erum við nú þegar að taka á okkur stærra hlutverk líkt og Reykjavíkurborg. Og mér fannst hugmynd eða það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Andra Teits að við erum að byggja upp með einhverju svona stefnu hlaðborð. Svo getum við sem þegnar landsins valið okkur hvernig stað við viljum búa á og hvaða þjónustu getum við gengið á hverjum stað. Það minni þjónusta í minni sveitafélögunum en við þurfum að hafa aðgengiðan í ekki allt og langri fjarlægð. Og þannig segi ég, þetta svona fyrsta skrefið og við þurfum auðvitað að halda á svo lofti og við þurfum að komast yfir á næsta skref þar sem þetta verður gert að einhverju svona raunverulegri stefni sem fjármögnuð. Því ég held að það sé kannski í mínum huga það sem skiptir aðalmáli, við erum nú þegar að gera þetta en vanfjármögnuð að einhverju leyti sem kemur fram í okkar fjárhagsáætlun líkt og Reykjavíkurborgar. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér máls, þá segi umræðum þannan lið lokið og þeir sem geta samþykkt bókunna sem Hilda bæjarfulltrúi las upp í upphafi fundar eða upphafi þess máls gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.